á nótunum. Við erum komin aftur eftir frí. Natalie Guðríður heiti ég og með mér Óli Hjörtur Ólafsson. Sæluskan. Hæ Óli minn. Hæ Natalie. Gaman að sjá þig. Lífum á. Og við erum með gest með okkur í dag. Brynja Skjaldar. Hvernig við kynna þig, Brynja? Þú ert búningastýra. Þú ert fata mógull. Þú ert starfandi sem flugfræði dag og nýböku móðir. Og faktcheckar. Og í raun og veru, ég ætlaði að fara að koma að því, að þegar við skautum út af og við keyrum út í skurð sem raunveruleikurinn með einsta þætti, þá ert þú okkar kona sem dregur okkur upp úr skurðunum og segir, krakkar, þetta ekki svona. Svo kallar faktcheckar þáttarins. Akkurat. Brynja Skjaldar, verður velkomin í þáttin. Takk fyrir. Velkomin, skam. Ég bara ótrúlega fegin að fá að koma hérna og loksins skemma með ykkur, en ekki á ykkur þegar ég að hlusta á þáttinn. Já. Gott að sjá þig, Brynja. Takk svo. Langt síðan. Algjör sæta. Þú ert náttúrulega búin að vera bara að sinna móðurhlutverkinu. Herði, já, það meira en að segja. Og hvað Þetta svo auðvelt. It's not. Já, það ekkert svona fine print sem kemur með. Nei. Og þetta líka maður fattar ekki alveg að barnið alltaf þarna. Já. Okay. Gaman að hitta börn. Og maður bara eitthvað og þau eru krútlega og eitthvað svona. Já. Og svo fara þau með foreldrum sínum. En svo þegar þú ert foreldrið, þá fara þau aldrei. Þau eru bara hérna. Já. Bara alltaf bara hello og maður bara þú ert ótrúlega sæt og skemmtileg en svo má uppáþrengjandi. Getur þú kannski aðeins látið mig í friði? Hvað hún gömul? Hún 15 mánaða. Og best. Já, það gengur mjög vel. Og þú ert að fljúga líka? Herri, já, ég ákvað að prófa að fljúga í sumar. Fyrir Iceland Air? Já. Bara smá drama í gangi það núna. Við ætlum ekki út í það kannski endilega. Þetta erfitt mál. Nei, þetta mjög flókið mál, Pólusum þetta erfitt mál og við skulum ekkert fara út í það. Nei, ég held að það sé bara En á þess að við förum út í það, þetta að hafa áhrif á áhöfnina? Nei, áhöfnin bara, það eiginlega allir á sömu línu þar. Já, við þurfum ekki að vita hver svo lína Nei, en bara, það bara, já, þetta bara, það allir frekar sammála þarna en kannski líka... Megum við vita sammála þá hvar? Það var náttúrulega bara búið að vita af þessum ásökunum í einhver tíma. Já. Okay. En fólk kannski líka alveg svona, gæti verið að Icelandair hafa handlað þetta ekki rétt. Við vitum það ekki. En við vitum samt að það vissu allir af þessum ásökunum, ekki allir, alls ekki allir og núna eru náttúrulega sögursagnar farnar alveg búin að spærala en það sem hafa búin að heyra áður en allt gerist var 2 gróf brot. Okay. Og kannski fyrir þá svona svo við bara kannski tökum þetta aðeins upp á yfirborðið við erum byrjuð og þá snýst þetta flugmann hjá fyrirtækinu sem að svipt sér lífi sem náttúrulega hrikalegt. Það hrikalegt. Og í kjölfarið kom fjölskylda hans með í raun og veru þá beiðni og þá bón að þetta mál yrði rannsakað þá væntanlega innan veggja fyrirtækisins ef ég skildi rétt. Nei, þau vilja lögreglan rannsaki þetta mál. Bara komplett. Ekki Icelandair rannsaki. Af því að náttúrulega Icelandair sem fyrirtæki hefur ekki rétt til að tjá sig einstaka mál. Nei. Og alveg bara svona eins og þegar var stóra máli með leikaran Atla Rafn, að þá var þetta alltaf Atli Rafn heimta að fá að vita hver ásakanirnar voru, hverjar voru ásakan og þar fram til götum en til að vernda þolendur að þá gat Borgarleikhúsið ekki gefið það fram að gefið það upp öllu heldur. Og það henni sama í þessu tilfelli fjölskyldan hans vill meina að ég skil úr fjölmiðlun að því ég hef ekkert insight í Icelandair per se bara það sem sögursagnir í flotunum en það sem ég hef fjölmiðlum það fjölskyldan hans vill meina að hann hafi ekki vitað hvað þessar ásakanir sem að Icelandair vildi meina væru komnar á hann væru og þau vitið það heldur ekki. Icelandair vill ekki gefa það upp af því að þau þurfa náttúrulega að vernda
brotaþola og þannig að þau eru að biðja lögreglu að rannsaka og ég veit ekki alveg hvernig eða hvað þau ætlast til að fá út úr þessu. Ég held að vilja bara vita þetta. En alltaf vilja bara vita þetta og veist, sem alveg skiljanlegt, þetta er eins sorglegt og hægt og, veist, og bara setur heil fjölskylda í sárum. En að, veist, ég skil líka bara að veist, þú getur ekki gefið upp brotaþola og veist, ef við sjáum bara kommentakerfin við fréttirnar þetta. Þau eru búin að vera frekar eldfim. On fire. Þau eru mjög gróf. Já. Það sem að þessar stelpur eru bara sakaðar að vera morðingjar. Já. Og maður er bara svona, ég skil alveg að það þarf að venda þær. Veist, þú getur ekki hent þeim fram að því að, veist, augljóslega. En, veist, samkvæmt þessu öllu sem ég hef heyrt, þá er vist kæra í kerfinu, þannig að við veitum ekki. Okay. En þetta er bara sorglegt mál. Þetta er mjög sorglegt mál. Ég bara fyrir ekki, ég ætla ekki að fara inn í þetta. Þetta er bara svolítið, þetta var mjög mikið í gangi helgina og bara erfitt mál, sko. Þetta er náttúrulega bara mjög eldfimt og það er bara, veist, og maður skilur það alveg. Absolutt. En veist, mér finnst líka mjög skrítið að fá sér PR-mannesku og fara með þetta í fjölmiðla en svo, veist, veit maður ekki, ég hef ekki verið í spórum fjölskyldunar, þannig að þeir náttúrulega bara vilja fá svör með öllum hætti, myndi ég halda, en ég veit það ekki. Einmitt. Þetta er margla og við verðum bara að fylgjast með hvað kemur út úr þessu. Já. En við báðum þig, svo við förum aðeins yfir á léttari nótur, þá erum við, svo það skal tekið fram, í samstarfi með Bíóparadís, sem eins og við vitum öll, er besta bíó landsins. Hala. Oh my God, það verður bara að segjast alveg svo Þú veist, ég gæti ekki haldið hérna og lýsisflösku og sagt þetta er besti drykkur í heimi, fáið ykkur. Ég veit þetta er gott fyrir ykkur en ég myndi aldrei segja þetta af því að fyrir mig er þetta ekki satt. En ég er að segja sannleika núna fyrir mig og ég veit bara þetta er sannleikurinn. Ég segi sannleikan og það er það að Bíóparadís er besta bíó landsins. Basta. Og þau sýna bara úrval af myndum. Algjörlega. Og við báðum þig, við ákvaðum öll þrjú hérna sem hópur að fara að sjá eina mynd og ræða hana þess. Já. Og þetta er mynd sem er í sýningu hjá Bíóparadís. Og þetta er heimildamynd sem heitir The Gulspang Miracle. Og ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í því ég sá hana. Ég ætla að taka fram að förum alveg aðeins, ég ætla bara að fá að segja aðeins að við buðum þér að koma á, sko, það var svona svokölluð hátíðasýning á myndinni, bara að þetta er svolítið svona, og eins og bíóið gerir oft, er með eitthvað svona, eitthvað event. Eitthvað húlum hæ fyrir mynd, og í þessu tilfelli, þá í ljósi svona hvað myndin er, þá ákvað bíóið að fá miðil. Í salin, það var miðilsfundur, Brynja. Þú komst ekki á þessu sýningu. Trú ekki að hafa mist af þessu. Já, þannig að það var seanse, það var miðilsfundur hálftíma fyrir mynd og hún Vilborg Valgerður miðill var með skyggni lýsingu hálftíma fyrir þar sem hún var bara í salnum og var bara heyri, eða þú veist, kannast ykkur við og þá áttu bara ykkur úr salnum að heyrðu, og heldur þú ekki að bara leið og hún byrjar, ég sitt alltaf fremst salur 1 bara fremsti bekkur, það er ég að því ég vil bara fá þetta all its glory svo allt í henni heyri ég bara, hún að lýsa og bara er eitthvað kona að lopapeysa og hún er neft og ég var bara, svo byrjaði ég bara svona sökk í sætinu og ég bara, er hún að tala um ömmu mína svo bara heldur hún áfram að tala og lýsa og ég var bara þetta er Guðríður Jóhanna Jensdóttir, amma mín og hún bara, getur eitthvað rétt upp ég eitthvað, já amma mín mætti ok, það er svo mikið ammaðinn. Já. Ég man eftir að hafa hitt ykkur á sko gömlu dansunum niður sjóminnasafni. Það? Já. Algjör stöð pía, sko. Já. Þannig að auðvitað er hún mætt. Finnst þér ekki fyndi? Hún mætti í sal 1 og Valgerður var bara með skilabóða handan og það var allt í gangi. Ég trú ekki hvað að gerast. Nei, Natalie, sá hún ekki við að þú ert að fara meira í náttúruna? Jú.
skýrma frá ömmunar var að Natalie fara meira í náttúruna. Mér finnst það nóg mikið í náttúrunni. Óli, hvað heldur þú að ég hef gert bara helgina? Ég fór út í náttúruna. Gott þar. Ragleiðis. Það var svolítið skemmtilegt. Svo hélt hún áfram og þetta var ótrúlega flott, þannig að þú mistir að því. En þetta svona eitt af því sem að bíóið að gera, að vera með eitthvað svona skemmtilegt og miðillinn kom og andinn kom til mín, amma heitin. Já, gaman að heita hana. Agalegt að hafa mistað þessu. Ég verði samt að segja shout-out á Bíóparadís fyrir að hafa verið með 16:40 sýningu. Já. Þegar, veist, það tíminn sem að ég get farið í bíó akkurat þessa dagana. Að því eins og litla mín, hún sefur, ég vísulegin til svefnþjálfa eða svefnráðgjafa einastu viku. Okay. Nú að því að barnið sofnar ekki nema ég sofi upp í hjá henni og ef ég hreyfi mig, það var bara fyrir ekki mamma, niður aftur. Brynja, nú er að koma til mín, að því að nú ertu búin að vinna í bíómyndabransanum svolítið lengi. Væri einhver í proppsteildinni sem að gæti útbúið eitthvað skonar í þinni stærð brúðu, þú spreyjar á brúðuna þínum ilm, svo bara sjanghæru og svo laumastu út. Oft velti þessu fyrir, ég er svo oft velti þessu fyrir mér, bara trúðu mér. Ég var líka sko tímabilega því að þetta er náttúrulega brjóstabarn og hún sefur hún fær brjóstið og svo er hún aftur hinu brjóstinu þá er hún svona snúið upp á geirvörtuna. Og svo bara þegar hún er búin að því þá er oftast bara svona brjóstið eins og bánsi, ég er náttúrulega með risajúlur sko, það er stærri en hausinn á henni. Já. Og svo er hann bara svona eins og bánsi og svona snúa upp og gera þetta. Þannig að á tímabilið var ég að pæla hvort ég geti gert svona afsteypa brjóstunum bara. Það væri reyndar. Í svo sílikoni. En er eitthvað, þú veist, nota samböndin, Brynja? Já, ég veit. En svona líflega dúkkur sem að svona make a sense, það er alveg 500.000 held ég, sko. Já. Svefnráðgjafinn er kannski ódýrari. Já, hann er búið ríkisins. En brjóstamótið, hann er búið ríkisins? Já. Ok. Ég er spennandi samt, mér finnst þetta áhugavert og ég vona að gangi vel. Já, þetta verður spennandi. Ég veit í raun alveg hvað við erum að gera, sko. Ég bara treysti mér ekki. Nei, það er allt í lagi. Þú bara fara aðstóð hjá þessum svefnráðgjafa. Já. Og ég vona þetta blessist. Þetta blessist allt. Og svo er líka bara ógeðslega kósi að liggja uppi með þetta litla gerpi. Já. Einmitt. En sko, ég veit ekki alveg hvernig við getum talað þessa mynd, Miracle. Miracle í Gullspann. Og ég veit ekki, sko, nú þurfum við að vanda okkur aðeins, að því Óli er í samtökum sem heita SPA, sem að heita Spoiler Anonymous. Og þú veist, þannig að ég er svona kannski mögulega mestar ágjör á honum, en samt líka okkur, af því að þetta er svona mynd sem að við viljum náttúrulega hvetja alla til að sjá, en við þurfum samt einhvern veginn að geta rætt hana. Ég veit það er rosa erfitt. Og ég er að sturlast. Ég veit það. En ok, ég var að reyna þetta einhvern veginn. Reynum þetta, gerum þetta. Ok, við skulum bara segja, við gerum þetta þannig, við ræðum myndina og þegar það kemur eitthvað svona momentum, þá látum við vita áður en við segjum, haldið fyrir eyrun, að því nú kemur spoiler alert, Óli Hjörtur Ólafsson. Já. Spoiler alert. Okay. Bara vera. Anyways, þannig að, Gullspann Miracle, þetta er heimildamynd, það sem að gerist í Noregi. Og það eru systur sem að eru að fara að skoða íbúð og það skal ekki fram að áður en að þegar þarna er komið í söguna er eldri systir þeirra dáin. Hún hafði svipt sér lífi, mjög sorglegt, en það er bara mörg ár síðan það gerðist. 30 ár. Já, 1988. Já, það er svolítið síðan það var. Þannig að þær eru að fara að skoða íbúð sem önnur hefur áhuga á að kaupa og hún einhvern veginn bara fellur fyrir sér íbúð, þú veist, ég er ekki að spoila neinu, Nei. Svo fyrir hún að hittir eiganda íbúðarinnar og henni krossbregður og þeim báðum af því að þær eru bara að horfa á látnu systur sína og upp frá því hefst sagan. Og verður bara eitt stort rollercoaster ride, ef það má segja. Já. Það er segja það, var alveg pínu svona what á tímum. Ég er búin að sjá hana 2 sinnum. Þú er búin að sjá hana 2 sinni? 2 times, geggjumynd. Ég geti löglega harta hann aftur, sko. En vísu þá pirra mig eitt við þessa mynd er hvernig hún er svona sett upp að þá eins og til dæmis þarna þær tala systurnar að önnur þeirra hafi rófubrotnað
í rússíbúnaslýsi. Það ekki spoiler. Nei. Og hún segir, maðurinn minn fór án mín heim til Noregs. Og svo næsta hún ein að kaupa, bara, getið clarifæð, skilja þig? Sko, þarna hafandi núna, gott þú skiltið tala þetta, af því að nú fáið hans að kynnast þessari konu, Fílan var alltaf með í vörinni, nikótínpúða, alveg grjóthörð. Hún, sko, ég ekki að segja, hún hafi verið henni að kenna með hvernig þetta hjónaband fór, af því að ég held að en sko, hún virðist vera svolítið svona viljasterk og kona með skoðanir. Já. Og vilji svolítið bara hafa hlutin eins og hún vill hafa þá. Og getur verið bara einfallega að þetta rófubeinsbrot að hún hafi kannski ekkert viljað fara út í það, en það hafi bara verið, sko, cover up. Byrjunin á endunum á hennar hjónabandi. Já. Jú, mögulega. Þú veist, og hlaupið yfir marga kafla, bara veistu það, þetta rófubein opnaði augum mín fyrir því hversu mikill drullusokkur þú ert, ég flutti til Noregs og klifti í söguna, skilurðu. Annars ég viti, ég bara reyna að skynja. En það sem ég ætlaði að segja, sko, að það á fleiri stöðum í myndinni, þar sem að, veist, þetta einhverju varpa fram og því ekki alveg nægilega vel svarað. Já, 100%. Já, ég fattar það, já. Eins og bara, nú ætla ég að taka spoiler alert. Spoiler alert, Spoiler alert. Já. Það kemur út í fyrsta DNA-prófinu að þær séu hálfsystur samfeðra. Og það bara, enginn að drassa það að þessi systir þeirra hafa átt aðra mömmu. Veist, það kom ekkert flatt upp á þær. Það var bara, já, hún hálfsystir okkar. Bara, Og það bara... Ertu meina það hitt foreldrið? Hver var hitt foreldrið? Já, veist, ég að tala sem sagt Líta í þessum systkinahópi með veist, hún virðist vera elst og þau alls samfeðra en hún virðist ekki vera sammæðra þannig að, veist, að inn í þessa trúanáttara fjölskyldu mætti þá pappin bara með eitt barn og eitthvað og enginn pældi hver var mamman, veist, hvar mamman? Sko, að vísu getur verið að nú erum við að tala aðra tíma og ég meina, sko, var mjög mikið þekkt að eiginmenn, menn, ekkert eiginmenn, bara menn voru að gera alls konar glóriur og það voru bara alls konar börn að poppa upp, sum seinna, sum samstundis og það gerðist og það virtist einhvern veginn vera bara svona Já, en þannig til dæmis talað en nei, þetta ekki adressað, það rétt. Þetta ekki adressað, af því að líka svo segir það bara eitthvað, þarna fæddustu í þessu húsi og sína, og hún eitthvað, já og svo sagt, veist, þegar farið nánar út í þetta bara, veist, badfæðist andvanaði tekið í burtu, það líklegast hún þannig að það alltaf látið lít út fyrir að Líta systirinn hafi verið eftir hjá móður sinni og föður Og þannig að þá spyr ég já. Hvaðan koma hin börnin með nýju mömmuna? Veist, það ekkert aðdressað, bara ekki neitt. Já, en reyndar var þetta á þeim tíma þar sem að sko það var, seinni heimsstyrjöldin var í gangi. Já. Og það var bara verið að falsa pappíra. Þú veist, það var ekkert verið að setja niður sannleikan á blað varðandi hvorubörnin, sko. Nei. Og það, ég reyndar vissi ekki þetta, svo við förum aðeins út í svona sögulegt, en ég vissi ekki að nasistar hefðu verið, sem sagt, eins og kom þarna fram, hefðu verið, sko, að höttunum eftir að, og tekið eineggja tvíbura af foreldrum til að þá nota þess eineggja tvíbura þá í rannsóknarskyni og þeir voru bara stundið þetta út alla Evrópu. Hrikalegt. Sérstaklega í Norður-Evrópu. Hrikalegt. Þannig að það var verið að bjarga lífið þeirra. Já, það var verið að bjarga lífið þeirra og það sagt, og það sem sagt af eldri fæðist andvana sem hún greinilega gerði ekki Nei. og við tekinni, en það var ég bara svona veist, það bara, veist, ég var allana þetta fór þannig í mig að ég sat alla myndina og var bara sagðan samferð veist, að því að sammæðra hefði megasens Þetta truflaði mikið Þetta truflaði mig ofbúslega mikið. Ok, af því að það er fullt af öðrum punktum annað líka til að trufla mann, sko. Já. En þú ert náttúrulega með móðurhlutverkið, kannski svona, þetta er stingur þig meira, kannski. Þetta er bara svona, líka bara svona, því þau eru svo rosa trúið og það var bara eitthvað svona, já, þau eru samfeðra. Og veistu, þarna var henni verið að... Trúin segir nú ekki alla söguna. Hjá þessum nötturum. En málega, fólk er rosalega trúið í Noregi. Já. Verðist vera og Guð blessi það og það er bara frábært en það verðist vera mikill trúar hiti
kannski meiri hiti eftir ákveðnum svæðum en hitin mikill. Þannig að það bara þannig sko, nema þessi nýja systir. En anyways, svo við þurfum ekki að fara út í alla söguna. Sko, fyrir mitt leyti allavega, þá rosalega mikið af svona lausum endum. Og mér finnst þessi mynd bara svona, að því mér langar eiginlega ekki að eyðileggja hana fyrir fólki. Mér langar rosa mikið að fólk fara á hana og upplifi. Að því að þú veist, ég þekki það að vera í þannig sporum að vera fá að vita allt í einu söguþráðin, eitthvað svona alveg crucial point og þar með myndin ónýtt. Já. Þú þekki það, Óli? Ég þekki það, Natalie. Þannig að ég vil ekki vera sú manneskja, skilurðu, að gera það við fólk. Þannig ég hvet fólk til að sjá hana, en það mjög mikið á ósvöruðum spurningum. Þetta var mikið af spurningum fyrir mig að ég þurfti bara að slá inn Gulspang Miracle og fara inn á þræði og sjá hver umræðan væri, sko. Og það verðast allir vera með svolítið svipaðar spurningar. Og ég og við örgla. En ég held ekki að konan sem gerir þessa mynd, Maria Fredriksson, held að þetta bara að gefa henni líka út, skilur. Klálega, þetta var alveg komið í 2 tíma. Já, alveg 2 tíma, sko. Þetta öskrar að Gulspang Miracle 2. Ég myndi borga minna það. En þarna segi ég nú bara, kæri Netflix. Getið tekið þetta og gert 10 þætti. Já, nákvæmlega. Bara 10 þættir eða 5 þættir, veist, klukktíma langur þáttu hver og bara kafið inn í þetta. Netflix stæli smá pening í þetta, förum virkilega í, veist, útskýrum hlutina sem við þurfum útskýringar á. Ég vil fá... Það nákvæmlega það, af því að mynd held ég að það rúmast ekki fyrir þetta mynd. Það efnið verið mikið meira en það. Kannski verður það. Af því að mér sýnist allavega, allir sem sjá þessa mynd, þeir eru bara svona reytandi á sér hárið, sko. Þessi mynd ógeðslega fyndin. Líka. Ógeðslega fyndin. Hún alls konar, sko. Þetta kom mér ótrúlega skemmtilega óvart og það var ótrúlega gaman að fara á miðilsfund áður en myndin var. Það var ótrúlega gaman að amma mín heitin skildi koma fram þar. Þetta var bara yndisleg stund, sko. Frá A til Ö. Þannig við mælum með þessari mynd. Geggjumynd. Absolutt. Absolutt 110. Heyrðu, ok, en nú skulum við bara þá fara aðeins í bara frétti vikunar og í raun og veru svona stóra fréttin, eða svona ekkert stóra fréttin, allavega það sem bara nýbúið að gerast og fólk mikið að tala um að því að á sunnudeginum það kom frétt að það var nakinn maður að ganga á Suðurlandsveginum. Ég hugsaði bara, elsku drengurinn, hvað hefur komið fyrir? Eitthvað hefur nú verið, þú veist, þetta svona, þetta samt svolítið í burtu, sko, en klálega fær maður að spá. Svo bara kemur upp á dúrnum í gær að maðurinn stígur fram og þá það Gummi Emil, líkamsræktarfrömuður og víkingur sem vaknar, en hann og hann kemur fram og segir að hann hafi farið að bara feina þetta fór ekki verð að því hann var á mishefnuðu sveppatrippi og biður fólk að fara varlega. Hvað finnst okkur þetta? Getum við aðeins rætt þessa frétt? Má ég hans fá þessu sveppi sem hann var að taka? Vilt þú vera nakinn á Suðurlandsveginu og vera snúið niður á lögreglu? Er það fantasía? Nei, sko ég veit ekki, ég hef nokkur sinnum, ekki nokkur sinnum, frekar oft tekið sveppi og ég hef aldrei einhvern veginn, ég hef alveg trippað út en mér finnst þetta bara svona ekstra mikið, ég veit ekki, ef þú fer á Reddit-hópin á Íslandssíðuna, ég var að kanna mér það, þá fólk meina að hann hefði bara segið, ég sé bara athyglisjúkur. Já, ég ætla að segja, hann náttúrulega búin að setja þetta í story hjá sér. Hann að labba nakinn, hann að vera handtekinn eða svona tekinn á löggunni. Og allt Instagram að segja bara rosalega, ég hef ekkert að dæma, þú veist, fíkkaður örgulega. Ég segi sko, ok, sorry, nú ætla ég aðeins munið eftir fréttinni fyrir svona kannski hálfóru síðan með nákvæmlega samanmannin. Þar sem hann var tekinn, þar sem hann var dæmdur í 30 daga fangelsi fyrir að keyra próflaus í 3. skipti í röð. Já. En hann var ekki nakinn að gera það. Nei, hann var ekki nakinn að gera það. En veist, þarna var hann bara, veist, hann náttúrulega sko nú ætla ég að fabulera og ég ætla að koma með ásakanir. Ekki ásakanir, en ég ætla svona, veist, þessi maður, ég ætla bara að slengja fram, þessi maður ætti kannski að fókusera minna á að vera lífstísfrömmur og meira að reyna að vera edrú því hann hljóma bara eins og hann eigi við smá vandamálustriða. Og hann segir samt, þetta sko, að því að í gær þegar ég las þessa frétt,
þá var ég bara, þetta ekki þessi? Og ég fór að googla þetta og ég fann þessa frétt og fréttin af honum að vera dæmdur í 30 daga fangelsi held ég bara eitt af fyndnasta sem ég hef lesið að því að maðurinn, hann bara svona hann bara fyrir einhver svona algjörringi og byrjar að tala um það sko að hann eins og Bubbi gerði einu sinni, þá hjóli hann út allt og en svo var hann að keyra þarna allsgáður ekki með próf að því hann var bara að komast frá A til B. Ok, fair enough. Fólk hefur nú gert það áður. Já, 3 skiptir, en af hverju hjólaði hann þá ekki? Af því að hann var enda að segja hann hjólaði allt. Ég meina, en svo tekur hann sko fagnandi þessari 30 daga óskilarsbundnu fangelsi sem hann ætlar að taka út í samfélagsvinnu af því hann elskar að þjóna samfélaginu. Gott að blessa. Gott að blessa, en bara svona, herri, getur þú þjóna samfélaginu með að gera kannski með próf og ekki próflaus. Já, ok, ég er og hvernig misstur þú prófið? Ég vissi ekki af þessu með prófið sko, en málið nú ætlum ég aðeins að ok, þetta er vingill, en sko það sem ég fór að hugsa að sko, hugsandi bara sem ég er ekki PR kona. En ég fór að hugsa sko að því að hann á Bossanum á Suðurlandsvegi og það ógrynni af bílum sem hann að labba á móti og það eru allir með síma, skilurðu, og það var búið að taka upp fullt af vídjóm af þessum gæja og svo kemur þessi frétt og eins og ég sá þetta, ok, maðurinn að í raun og veru að stíga fram fyrir áður en þetta fer að svona fer of mikið á flakk að þá ætlar hann bara að stíga fram og taka bara ábyrgð á því sem hann gerði með að segja bara, já, þetta var ég tók sveppi, farði varlega og þú veist, gerði þetta með fólki sem ábyrgð, af því að þú veist, þetta var óumflýjanlegt fyrir hann, þú veist, hann hefði ekki geta verið bara eitthvað svona, þú veist, hann þurft, eins og ég sé þetta að þegar þú hann að stíga fram fyrir vandamáli, hann að hafa stjórn á narratífunni með því að stíga fram og viðurkenna mistökin sem hann mistökin bara það sem að þú veist, eins og ég sé þetta snýst þetta væntanlega skammtastærðir af því að þú veist, fólk að mikrodósa, hann hefur makrodósað yfir sig, augljóslega og ég meina og við erum að tala sveppi, við erum ekki að tala eitthvað svona substans sem bara eitthvað svona þú veist hvað þú ert að fara út í þetta óvissuferð og því meira sem þú tekur því meiri óvissuferðin verður það bara uppskriftin að eins og ég skil sveppina skilur þannig að þetta óvissuferð vissilega þetta óvissuferð og þetta rússipannaferð og ég meina eins og hann virðist vera svolítið svona víkingur sem að vakna þú veist hann að skutla sér út í fossa og hann virðist vera svolítið ekstrím típa og svo kannski bara hann í þessari sveppaserimóníu og það kannski sagt við hann að bjóða þér svona mikið verandi augljóslega svona maxara típa svona bara að gera þetta allt svolítið með trukki ekki áttandi sig á í raun og veru kannski hvað hann að díla við þarna af því að þarna erum við komin út í svona aðeins öðruvísi kemistríu að bara já, ég láttu mig fá lúku á svepp, dúndur hann í sig svo bara næsta sem við vitum allsber og Suðurlandsvegi hvað finnst ykkur þetta sem ég að segja? Jú mér finnst allavega bara hressandi þegar fólk tekur ábyrgð hann gerði það á því sem það gerir eða gerir glóríu þú veist, hann tekur allavega ábyrgð og segir ég gerði þetta, farði varlega og skilur mér finnst allavega það gott en mér langar svolítið að vita hver var meðal það var hundur af vísu það var nefnir okkur annar gaur það var annar gaur og hundur og ég sá ekki hund, ég sá annar gaur var hundur og það finnst mér vera mögulega mast gæti þurft að blanda sér í það mál. Akkur mast? Mast? Var það hundurinn á sveppum? Nei, en ég meina, þú veist, fólk var á sveppum í kringum hennar hund og ég meina, hver að passa upp á hundin? Hver að passa upp á réttindi hundsins? Er það ekki mast? En var enginn að stoppa hann? Mér langar að vita hvað þessi langt bústaðurinn var frá þjóðveginum. Þú veist, þurfti hann að lappa kílómetri eða var það bara 500 metrar eða var það 10 kílómetrar? Upp á hvað er það? Þú veist, mér langar bara svolítið að vita hvar var bústaðurinn sem hann var að taka hann virðist að verið þarna Steinsnar já, Steinsnar, ok ég veit ekki, mér langar svolítið að vita það okay. Hann segir sjálfur að hann var ekki með nefnum hann er ónað þetta og algjörlega hann er ónað þetta, absolutt já, ég skal alveg gefa hann það og hann ónaði líka það að hafa kert réttindalaus hann ónaði þetta, hann er alveg góður í þessu PR-dóti en hann líka svona hljóma svona eins og hann kannski alveg stjórn á hlutunum
sinni inntöku á ólöglegum efnum. Nei. Veistu það, ég verð bara að, ég get ekki dæmt það, sko. Ég bara get það ekki. En ég bara einhvern veginn, ég veit það ekki, þú veist. Mér finnst bara alltaf svo að því að við búum í svona samfélagi, það sem að það er rosa mikið að skrýtnum hlutum í gangi, þú veist. Og við bara, þú veist, og bara stjórnmálafólki okkar sem dæmi, skilur við. Það er að gera alveg rosalega mikið að skrýtnum hlutum, bæði á persónlegum nótum og í raun og veru í starfi og það er aldrei tekin einn ábyrgð. Það er aldrei ábyrgð tekin og einunni neinu. Það er bara einhvern veginn borið á sig einhvers konar lýsisolía sem ég var að tala við í byrjun þáttarins og svo bara leyfið vatninu að spýtast á mig af því að ég gerði ekki, skilur það er alltaf þetta sem er svo óþolandi. Það sem er svo hressandi finnst mér þegar einhver skýtur í degið, býr til drulluköku en svo bara stendur hann upp og segir, veistu það, þetta var ég og mér langar bara að segja sorry, fattiði mig. Mér finnst það hressandi. Okay. Ég sendur hún skilaboð. Sendur hún DM? Já. Og hvað sagði það? Eða viltu fara út í það? Viltu segja það? Ég bara hvatti hann áfram. Ég sagði bara, veistu það, svona bara getur gerst, áfram gakk, ég þekki ekki neitt, en áfram gakk og ég sagði gangiði vel. Svaraði hann? Veit það ekki, ég sendi þetta bara rétt fyrir þáttinn. Að ég vil frekar hífa fólk upp en að draga það niður í svaði. Já, Óli, þetta veist þú. Þetta veist þú. Já, þetta gerði ég bara og ég stend við það. Og gangi nú vel. Ég segi bara laga á það. Þú veist, þetta er bara staðan. En ég meina, að því öllu sögðu, maður á ekki að vera að taka svo mikið sveppum. Við vitum það alveg. Nei, og það er rétt, ef þú ert að taka sveppi, þá verður að vera með fólki sem þú þekkir. Heads up, guys. Sko, ekki taka mikið, af því að þetta er svolítið kannski gott við sem að ræða þetta núna. Af því að nú erum við að stíga inn í sveppatímabili. Þar sem þeir byrja að vaxa vilt. Íslenska trónupeðlan. Og sem er okkar íslenski óskynjun sveppur og þannig að fólk þarf svolítið að þetta er kannski bara fínt að þetta skildi hafa svona komið fyrir þannig að fólk áttu sig á að það er ekkert grín að vera að meðhöndla sveppi þú veist, það er því að það tala mikið þetta en þetta getur verið alvara ef fólk vandar sig ekki þannig að bara passið ykkur á stærðunum ef þið ætlaði að gera þetta byrjiði minna bæti svo við, ekki fara í lúkuna. Lúkan hefur ekki reynst fólki vel, verðist vera. Þetta er bara einu sem ég hef þetta mál segja. Af því að þetta er bara að vera að vaksa. Við munum sjá fólk upp á eyjum hér og þar og bógrandi svoleiðis yfir með pokan. Heyriði mér ef þið finnið eitthvað. Heyriðu. Ég frétti einu svona að það væri mjög sneiðugt að tína þetta á haustinn. Já. Eftir fyrsta frost. Þurrka þetta, geyma þetta. Og svo verður maður að fá alveg helviti vel fyrir þetta í svona febrúar, mars, apríl. Það er allir sem að ráða ekki vissi búinu með byrðirnar. Nú er til dæmis verðbólgudraugurinn á sveimi, vextir í hæstu hæðum. Þarna getur maður að búið sér til pening. Já. Hugmynd. Hvað kostar kíló af sveppum? You set your price. Nákvæmlega. Er ekki eitthvað 3,5 eða eitthvað? Ég hef aldrei keypt sveppi. Hver er verðlagsnefndin þar? Ég veit það ekki. Og er það þurrkaðir sveppir? Þurrkaðir. Það er vinna bak við. Óli, ég held að þú stjórnir verðina alveg sjálfur. Ekki nefnum þú takir stöðuna, hitan á markaðnum. Mitt eigið hagkerfi. Ég segi bara þú stjórnar verðinu, en ég myndi gera bara eins og Brynjar að segja, verður núna bara duglegur tína, kemur febrúar, og þá ertu bara, guys, heyrið í mér, og svo bara borga fyrir tenaferðina. Við erum ekkert nema góðar hugmyndir inn í dag. Ég veit það. Þetta er hugmynd bara til lofti. Takk Brynjar fyrir þetta. Bara, ef við viljum fleiri businesshugmyndir, þá er ég alltaf til staðar. Þetta er flott hugmynd, sko. En ok, gangjunum vel og göngum hægtun og gleðina til. Ég held að það sé bara ljúkum þessu frétta innskoti, svoleiðis. Er það ekki? Jú. Svo er annað erfitt mál sem að er bara fullkomlega sturlað og hryllilegt og það er raunverulega búið að hrista upp í tónlistarheiminum, það er búið að hrista upp í öllum heiminum og það er máli með hann Sean Puff Daddy Combs. Þetta er rosalegt. Og hann er sakaður engin smávegis mál. Þú veist, við erum að tala kynferðisglæpi, við erum að tala frelsissviptingar, við erum að tala ólöglega vídeóupptökur. Hann virðist eiga, sko, hann hélt svona veislur, einhver partí, er ég ekki að fara með þetta rétt? Jú. Það sem að var allt í boði, sveppir var bara mesta grínið af þessu öllu saman, sko. Það var bara
öll eiturlyfin í bókinni, öll eiturlyfin í skóginum, boðin upp á og hann að bjóða alveg frægu fólki, sko, í þessi partí og það eru faldar myndavélar út allt, sem dæmi. Já. Sem Puff Daddy setti sjálfur upp? Sem Puff Daddy, Sean Combs setti sjálfur upp og hann að bjóða stjórnmálafólki, hann að bjóða popstjórnum, hann að bjóða röppurum og hann að bjóða vændiskonum. Women of the Night og bara, þú veist. Og sko, ég las kæruna og henni kom ykkar. Oh my god, segðu. Ok, segðu það. Ég er bara að lesa hana. Nei, ég las hana. Sigga Jón senda hana á mig. Nú tekur þú við. Sjáðu þetta Siggu. Sjáðu Sigga Jóns. Hún 14 blaðsir. Ok. Og þetta náttúrulega bara sturlun að lesa þetta. Og við erum sko að tala heimilin hans í, held í Miami, fundist 1000 flöskur af baby oil. Ha? Já, og nokkrar hríðskotabyssur. Ok. Og svo var sem sagt staffið hans 700 dildóar, var það í Miami? Það var ekki inn í þessu. Það var ekki inn í, ok. Veist, það var allan ekki, veist, það er örugglega eitthvað fylgiskjal sem er itemized listi við það sem hefur fundist, en í þessu... Hvað fundist marga baby oil flöskur? 1000. 1000? Já. Og og sko, þetta var oftar en ekki haldið á hótelherbyggjum, þar sem að staffið hans kom og bara preppaði, bara stasaði af barnaoljum og kynlífstækjum og duggadú og öllum heimsins eiturlyfjum, ketamín, oxy, heroín, kókaín, veist, það bara, ég var fann að lesa bara hugtök sem ég vissi ekki hvað, veist, ég var bara, hvaða eiturlyf er þetta? Og svo gekk þetta bara yfir í nokkra daga, svo bara þegar þessi lauk, að það var bara ævi á línuna, bara allir fóru út bara með ævi. Þú segir ævi þannig að bara vöku í æð, salt bara saltvatn í æð, til að bara rejuvenate alla, því að þú voru bara allir líka áfram komnir að með skilst það á sig. Þannig að það bara fengi hjúkrunarfræðingur til að bara kveiki aftur í fólk, bara endurlífga sem í. Já, þetta er náttúrulega miklu auðveldara að nálgast þetta úti heldur en heima. Þetta er náttúrulega bara starfsgrein úti, sko. Já. Með vítamín og alls konar. En ok, halda áfram. Já, og þau bara svona, og svo bara fór staffið hans og bara hreinsaði upp hótelherbergið og bara eyddi öllum ummerkjum að þarna hafi verið kynlífsfall í nokkra daga. Og svo ef það voru einhverja skemmtir eitthvað annað, þá bara borga nógu vel fyrir það, þannig að það var ekki sagt neitt. Og svo var bara, veist, hann var bara með fólk í vinnu bara við að bara ferja bæði sko konur og menn sem hafa búin að lofa career opportunities og svo líka bara fólki sem var að fjárhagslega styðja og það var bara, ef þú gerir ekki það sem ég segja, það teki allan fjárhags, þá ertu bara broke ass. Og svo sexual workers og þessu var bara, þetta bara fólk, þetta bara, hann ætla bara að saka sex trafficking. Já. Þetta er mjög alvarlegar ásakanir. Þetta er svakalegar ásakanir. Og þetta eru sko þessi kick-off, hvað hétt þessu partí? Kick-off, nei, Ég veit ekki. Hétu þau eitthvað þessi partí? Þau hétu eitthvað þessi partí, sko. En hann er líka sakaður sko að hafa, náttúrulega, já, er hann ekki sakaður að hafa ég bara misnotað fólk, konur og menn. En það sem að mér finnst svo klikkað í þessu öllu saman líka er, þú veist, allar þessar upptökur sem hann er með. Þannig að hann er að búa til kjör aðstæður fyrir einmitt eitthvað svall og þetta eru svallveislur, þetta eru svallpartí sem að hann á upptökur, leynilegar upptökur sem að hann væntanlega er að nota sem eitthvað svona skiptimynd fyrir sinn fjárhagslegan frama bóka, sko. Eins og ég skildi þetta og ég gæti verið að miskildi þetta að þá held ég að segja sko veist, þessi svallpartí sem hétt eitthvað svona kick-off eða eitthvað þau voru, veist, flesti hótelherbyggjum og eitthvað svona og svo held ég hann hafi líka verið sko með celebrity partíin sem hafi, veist, leiðst út í kick-off partíin ef ég skilur rétt. Ég er samt ekki 100% þegar ég skilur þetta, ég er búin að vera í rabbit hole síðustu daga að lesa þetta og ég er bara svona what the f... Þetta er nefnilega rosa margar flækjur og rosa margir ángar í þessu máli sem að verða bara skrýtnari eftir sem að byrja að kafa dýpra. Já, þessi Miami, California og New York sem eru, veist,
að þetta náttúrulega federalmál, þannig að þetta á nokkrum. Ég var búin að stenglema því að hann var kærastinn hennar Jennifer Lopez. Já. Og nú það búið að draga þeirra samband upp og það gerðist greinilega ýmislegt þar. Og meðal annars skotárás sem var á klúbbi. Já. Og máli með þessa skotárás, ég man svona vel eftir henni og ég var svo ótrúlega pirruð og reið út í hann Puff Daddy Combs af því að það var hann var með útgáfu sem hét Bad Boy Records, þar sem hann var að gefa út alls konar tónlist, rappara og þetta var bara mjög, mjög, mjög vinsæl plötuútgáfa. Var þetta ekki með Biggie? Með Biggie Smalls. Viltu bæta það inn í núna? Ég vil bara bæta mjög hrætt eitthvað sem ég las í þessu rabbit hole. Já. Hann hafi verið einn af þeim sem var bak við Biggie að því Biggie var að fara frá Bad Boy Records. Já, hann hefði látið myrða Biggie. Hann einn af þeim sem lét myrða og svo setur hann lagið Never Forget You I'll be missing you. I'll be missing you. Biggie. Ó guð, það psychopatta move. Absolutt. Kemur svo líka í ljós að pabbi hans, Puff Daddy, var lífvörður eins af aðal gangstrunum í New York og var innvinklaður inn í bara, þannig að strax frá byrjun, strax frá barnsaldri, tengist hann, hann með ítök hjá mjög svona hættulegum armi af New York borg og myndin American Gangster sem með Denzel Washington og Russell Crowe þar glæpamaður sem svona king yfir Harlem þá á pabbi hans Puff Daddy að hafa verið einn af lífvörðunum hans og var vist bara svakalegu gæi. Okay. Þannig að strax komin einhver tengsl inn í einhvers konar undirheima tengsl. En já, hann þarna með Jennifer Lopez árið 1997 eða 98 eða eitthvað svoleiðis, það ekki? Þetta einhvers þar þar. 98, þetta einhvers þar í hverfinu. Þetta late 90s, early 20s. Já, þetta einhvers þar. Og hún þarna Jenny from the Block að gera allt vitlaust. Nema hvað, þau eru á þessum klúbbi í New York og það skotárás. Og akkurat á þessum tíma glæný rappari komið fram sem ég bara einhvern veginn féll algjörlega fyrir. Og heitir, eða þú veist, kallaði sig Shine og gefur út plötu á Bad Boy Records og þessi plata verður risastór. Og þessi gæi, ég horfði að þú veist, stundum fæ maður bara svona tilfinningu fyrir listafólki og bara svona, vá, þessi á eftir að meika það. Og ég horfði á hann og bara, þessi á eftir að meika, hann verður risastór. Bara með lag sem bara mega vinsælt og hann var bara á leiðinu upp á stjörnuhiminin. Hann með þeim á þessum klubbi. Sean Puff Daddy Combs lætur hann taka því að það voru byssur og það var skotið úr byssu sem að það var Puff Daddy sem gerði það. Hann lætur hann taka á þessu sökina og hann fór 10 ára fangelsi og ferillin út bara út í sjó og ég var svo pirruð og þetta svo leiðilegt. Nú þessi maður að tjá sig að því að þú veist, ég var einhvern veginn svo eina sem bara var að tala þetta, alltaf jafn miður minni yfir að hann gæfi ekki út meiri lög. Hann bara tók sér saman í andlitinu og bara þingmaður í dag og bara einhvern veginn bara fekk líf sitt tilbaka. Hann bara, Puff Daddy svo mikil subtusku manna, segi ekki meir, ógeð. Nú hann segja sína leið, hann brjálaður. Hann eyðilaði hann líf mitt, augljóslega sem maður. Lét hann taka eins og var vitað, hann sagði það aldrei. Svona hann. Ógíslugur. En maður svolítið vita hvað gerst á milli Puff Daddy og Usher. Usher var til dæmis að deleta Twitter-akkauntinu sínu. Ekki deleta, það ennþá í gangi en allt svona feed eiginlega farið. Ég ætla að segja, hann deletaði Twitter-akkauntinu, þurrkaði öll tweetin út. Já, allt þurrkað. Kom svo tilbaka og sagðist það að verið hakkaður. Já. Og ég veit ekki, hann alltaf hefur talað að hann var sendur 14 ára gamall. Hann bjó hjá Diddy 14-15. Já, og hann talar að, veist, hann var búinn að segja, hvað var hann búinn að segja, eitthvað svona, þetta var beyond. Veist, hann var ekki búinn að tala neitt kriminal, en hann bara svona, þetta var vilt. Það var viltu tími. Já, og sama tíma líka eitt stykki Justin Bieber sendur til hans. Og ég eins og, ég meina, ég að ljúga eitthvað þegar fólk að tala og hann sjálfur að hann hafi bara komið svolítið skemmtur út úr þeirri vist. Nei, hann muni ekki. Hann hefur bara aldrei jafnað sig. Bærilaði algjörlega og var bara, veist, á tímabili að hann giftist þarna Hailey. Já.
að þá var hún bara veist, það var bara talað hvað hann væri mikill dús og var bara, veist, var að gera alls konar eitthvað svona fáránlegt og bara í eiturlyfjaneyslu minn heyrðist mér eða veist, skildist ásöldu en svo náttúrulega bara, veist, og alla fréttir í dag að þá eina sem hann segir bara ég að einbeita mér að vera pappi já. Þannig að veist, hann það er hættur að syngja já, það er greinilega eitthvað sem hann vill ekki tala en er hann ekki líka veikur? Justin Bieber sé eitthvað veikur já, sem eitthvað sjúkdóm eitthvað. I'll get back to you on that bara víst þú segir það já, það er ekki rétt hjá mér en ég já, en allavega þetta er lifandi frétt, maðurinn er í fangelsi hann er kominn á svo kallega Suicide Watch sem að, hvernig myndu því að það er sjálfsmorðsvaktin þetta er sama vakt og Harvey Weinstein var settur á var ekki Jeff Epstein líka settur á og einmitt allir þessi ógeðis gæjar ég meina hann er greinilega bara hann er búin að, já en við höfum rætt þetta í Óli og þetta er lögmálið, þetta er svona efnafræði formúlan sem er bara alltaf jafnsönn. Skíturinn mun alltaf fljóta upp á yfirborðið. Það er bara staðarind. Og karma's gonna get you in the ass. Karma. Karma? Yeah. Fara ekki út í karma. Karma skráir allt niður. En þá ætlum ég að spyrja ykkur, hvað haldið þið að Jay-Z og Beyoncé séu involverið í þessu? Hversu mikið? Ekki vera að blanda sko, mér langar þarna svo erfitt með Beyoncé Jay-Z er örugglega sekur glæp það kemur mér ekki á óvart en ég er að vona að hún sé svolítið bara að vera bara Southern Girl og vera bara semja lög ég er að vona það við vitum það ekki en við verðum bara að fylgjast með þessu þetta er hrikalegt dæmi en sko allar eins og ég segi bara allt svona ógeð þetta kemst upp á endanum en þetta er bara þetta virðist eins og þú segir, þetta eru 14 síður þetta er rétt að byrja og ég held að séu miklu fleiri involveraðir í þetta mál en okkur grunnar Absolutt. Og það er ekki bara Jón og Gunnar á næsta bæ þetta eru einhvers konar stórstjörnur sko þannig að við skulum bara sjá hvernig það fer sko við fyllum virðingu fyrir Jón og Gunnu er að koma rosa oft upp hvað segir Leo DiCaprio hann er að koma rosa oft upp eitthvað svona ég er bara, nei, ekki Leo minn Ég heyri svona slúðisögu það að Leonardo DiCaprio og Q-Tip úr Tribe Called Quest voru par og vinur minn stáðu saman þetta er late 90s ég skal alveg kaupa þetta Já, ég meni ekki Þú getur séð tvo menn saman á þessu séu saman Nei, það var bara svona word on the street að þeir væru par Það er bara annað word on the street sem að hún er búin að vera þurfa núna að ákvaða svar ekki fyrir Lady Gaga held að það var kallmaður Já, hvað það? En henni er alveg drull, sko. Nei, sko, þessi kona, ég fæ alltaf meir og meiri virðingu fyrir henni. Sammála. Hún er bara, eins og þannig, ég las þessa frétt þetta og hún var bara eitthvað svona, af hverju átti ég að fara að neita fyrir það að vera með tippi? Þegar það eru börn sem eru virkilega þjást af einelti og annað slíkt og vera að saka þau svoleiðis og þá kem ég fram og segi þetta sé shameful ásökun. Ég ætla ekki að taka þátt í því. Ég ætla bara að ignora þetta. Af því ég ætla ekki að, veist, búa til og ég var bara þetta er svo töff, veist, af því að þetta er sko 2009, 10 sem þetta er að koma fram. Veist, og hún er þarna bara eitthvað, herði, nei, þetta ef ég fer eitthvað að berjast gegn því að þessum ásökunum sem eru fáránlegar, í sem er tippi, að þá er ég bara að fara að gera illt verra fyrir börn sem get ekki varið sér gegn einelti og ég er bara svona Ég samt sko, mér finnst þetta bara ógeðslega flott hjá henni, en ég náttúrulega tengi aðeins við þetta, af því að þú veist, ég náttúrulega sko, ef ég, sérstaklega hátíðarnar, af því ég bæti á mig hátíðarnar og svo kallar hátíðarþyngd og þetta er svona núansa hjá mér sko og líka við fyrir svona vittlusa, ekki vittlusa, bara einhver skyrta, einhver peysa, þú veist, þetta er núansa, þá er ég ávarpuð sem vinur eða félagi, það er bara þannig, skilur við. Þetta hefur verið svona lengi, þannig I've been there, sko. En þetta er núansað, en þú veist hvað maður að gera. Ég tók þetta svolítið nærri með því að ég var yngri, en í dag er mitt bara... Er þetta ekki bara drull í dag? Ég er eins og Lady Gaga, drull, ángurins. Ég þekki þetta. Okay. Þannig að ef þú fyrir eitthvað ákveðin skyrtu eða ákveðin jakka... Ef ég bæti á mig nokkru kílóum sérstaklega, þá virðist einhvers konar svona víbringur komið yfir, eitthvað svona slikja, eitthvað svona herramanna slikja. Það er alveg merkilegt, sko. Herramanna slikja? Ég er náttúrulega soldið. En ég meina, ég bara, veistu það, mér er bara drull, skilur, en ég bara segi,
Lady Gaga, I know this. En líka bara Lady Gaga, viti, bara svona, að því að það var sko Facebook síða. Já, hvað var það? Veitu hvað það? 2008, sem var bara Stephanie, ég man ekki hvað hún heitir, fullnamni. Eitthvað Giamatti eða eitthvað. Giamatti. Já, Stephanie Giamatti will never be famous. Og þetta voru bara krakkar sem voru með henni í skóla sem bara byggu til þessa Facebook síðu, bara grúpa fólki. Það sem eina sem voru að tala var bara baktalana að tala niður til hennar og hvað þetta var fáránlegu draumar hjá henni að vera fræg og það mun aldrei gerast. Og bara cut to, hvar eru þau í dag? Á hverju þarf fólk að láta svo? Nákvæmlega, en líka bara af hverju, máttu alveg gera, sittu heima hjá þér og verður við eitthvað vinkonið eitthvað, okay, she's delusional. En að gera Facebook síðu, þá ertu virkilega spætful. Já, það spætful. Veistu sko, ég hugsaði því ég sá þetta. Ég held persónulega að Lady Gaga sé jafn fræg og hún að því að hún hefur séð þetta og verið bara takk fyrir þennan vind í mín segl, sjáumst og bara einhvern veginn gefið ennþá meira í. Af því að þetta einhvern veginn viðmótið að þetta svo mikill kraftur fyrir hana að vera bara, ég skal sýna ykkur ógiðin ykkar. Motherfuckers. Let's go. Og ég meina, hún skærasta stjarnan í heiminum í dag, skilur En að fólk hægir svo svona, akkur getur, þetta það sem ég að tala Óli, með að hífa fólk upp og draga fólk niður, akkur getur ekki fólk verið bara að hífa, blása smá helium í blöðruna, ekki, þú veist, ekki drepa heliumið, taka heliumið úr blöðrunni, bæti í. Ég að segja, setja helium í blöðruna, leifin að svífa, ekki að, there we go. Það það sem ég að segja, ekki setja sand í blöðruna, eða sprengjana. Við viljum hífa fólk upp. Og það svolítið það sem að ég held sko, að því nú erum við á ótrúlega sérstakum tímum bara ef við pælum í þjóðfélaginu okkar. Þú veist, þetta alveg svakalegi tímar sem við lifum á. Og það alveg hryllilegar fréttir búin að vera í gangi sem að við væntanlega öll tekið eftir. Og úlingarnir okkar og bara æskan okkar á rosalega sérstökum stað og það þarf einhvern veginn. Mér fannst sko, það þarf eitthvað að breytast. Það þarf eitthvað að breytast hvernig við hugsum og hvernig við komum fram við hvort annað. Það bara númer 1, 2 og 3. Og ég verð bara að segja að ég ákvað að setja á Gísla Martein, fyrsta þáttinn sem hann var að fara núna í loftið. Mér finnst alltaf eitthvað svolítið kósí línuleg dagskrá á haustin. Það bara þannig. Þannig ég alveg upp ömmun afa? Já, en svona þetta bara. Þannig ég kveiki á Gísla og þar okkar allra besta, hún Halla Tómasdóttir, forseti, veistu það, ég rosalega glöð hún forseti. Það já, ég það líka. Ég óbóðslega ána með hana. Ána með hana, hún svo flott. Ég hugsaði bara, veistu það, þetta konan í verki. Strax hún búin að kalla saman, sko, flauta inn fólk að ræða þessi mál, flauta inn eitthvað svona þverfag og fræðilegan hópa fólki til að einhvern veginn bara hefja eitthvað samtal og það var það sem hún var alltaf að tala það þyrfti samtal sem ég sammála og hún strax komin með þetta, við þurfum öll að vera samtaka í þessu og þá komið svolítið konsept sem að hún greinilega að fara að vinna meira með sem ég fannst mjög fallegt í þessu samhengi að við værum öll riddarar kærleikans. Riddarar kærleikans. Mér finnst þetta fallegt, mér finnst þetta falleg skilaboð og ég ætla bara að segja takk Halla Tómasdóttir fyrir þig og ég spennt fyrir framhaldinu. Og við þurfum öll að gera þetta saman. Hafið hlustað á bókina hennar? Nei. Ég mæli með henni. Hvað heitir bókina hennar? Hún heitir Leifi Hugrekki, já. Málið að það, þú veist, það var gert svolítið grína henni að því hún lærði í Bandaríkjunum og þú veist, það má alveg gera, það má segja ýmislegt Bandaríkjumannin. Hreimurinn viðbjóður? Já, en ég meina, þú veist, hann þá allavega jákvæður, skilurðu. Þú veist, og þú veist, margt í þeirra, sko, þú veist, það má, eins og ég segi, margt segja með Amerikanan og ég ekki að fara að, þú veist, jú, ég ætla að hífa, ég ætla ekki að taka niður, skulum bara hafa þetta svolítið bara í jöfnu leveli núna, ok? En, þú veist, þar samt sko, þú veist, ákveðin svona orðræða, skulum orðaða þannig. Það sem að sko, þú veist, bara jákvæðin sálfræði og það alls konar hluti verið að ræða alls konar hluti sem hún verist að hafa tekið með yfir hafið og komið með hingað. Og mér finnst það bara í góðu lagi, mér finnst það ekki þurfa að kritisera fyrir það, sko. Og þótt hún sé að lesa ljóð eftir
eitthvað sem ekki, þú veist, stótt hún sé ekki að lesa ljóð eftir, þú veist, ég veit ekki, Þórberg Þórða, þetta var eftir einhvern erlendan aðalega þegar hún var, þegar innsetningarathöfnin hennar var, skiptir ekki máli. Þú veist, hún með eitthvað, þú veist, það eitthvað jákvæðni þarna, það eitthvað. Það eitthvað, já. Algjörlega. Þetta bara, nei, veist, ég hlustaði á þessa bók, ég var bara, mér fannst hún ótrúlega flott. Ég var ótrúlega ánum með þessa bók. Já. Hugur ekki til að hafa áhrif. Boom. Ég held að það þurfi. Ég veit ekki, sorry, ég ætlaði nú ekki að fara að draga þetta svona niður. Mér fannst þetta bara, þurftum aðeins að koma inn á þetta. Takk fyrir þetta, Natalie. Takk sem ég leiði svo ljústur. Það önnur frétt sem að það var í sumar, ég hugsaði, ég vildi vera með þáttum, en langaði svo að ræða þetta. Hvað það? En hér erum við komin. Konuna sem að skildi við sjálfa sig, eftir að vera gift sér í ár, skildi við sjálfa sig. Skildi við sjálfa sig? Já. Fekk nóg af sjálfum sér og skildi við sig. En hún var samt búin að reyna hjónabandsráðgjöf, sem að mér langar svolítið að spyrja ykkur út í. Getum við aðeins þetta? Bara, hvernig var þessi hjónabandsráðgjöf? Og bara, pant vera þerapistinn, bara, veitu hvenær er hann að koma? Nei, bara ég. Nei, líka sko, hjónabandsráðgjöf í hjónabandi við sjálfa þig. Er það ekki bara einhvers konar sálfræðiráðgjöf þar sem þú ert að læra að elska sjálfa þig? Áttum ekki að En þú bara fullkomlega ófær að elska sjálfa þig og þú ert að skilja við þig? Ég túlkar þannig að þessi fólk sem er búin að vonast að komast í samband í frekar ofsalega langa tíma búin að fatta að þau komast ekki í samband eða þau geti ekki út af einhverjum ástæðum og bara, veistu það, ég ætla bara að gifta sjálfur mér. Já. Og það er bara þetta er sjálfsagt, klálega, sko. Og það er ekkert að fatta þetta við þetta. Já, en hversu misum þú þarft að skilja það sjálfa líka? Já, það eftir hjónabandsráðgjöf BT2 Þú búin að fara í hjónabandsráðgjöf með sjálfur þér. En henni leiddist. Hún vildi breyta til. Og skrifandi pappíra og þú veist, Óli, ef þú giftist, þá þarf það... Ég veit það, hún var með eitthvað aðtöfn. Mér rámar ég að segja eitthvað myndir þetta. Var hún ekki algjör sweetie pie, algjör dúlla? Ég menna... Þetta var giftingadagurinn. Hún var allavega vel til höfð. Við sáum það alveg strax. Það var nú veistli. Örugglega. Ég skildi ekki samt. Af hverju skildum við sjálf sig? Af því henni leiddist og henni fannst erfitt að mæta og halda uppi hennar háu stöndurdum. Ég er raunverulega að skrifa bara orðrétt sem hún samt setti sjálf. Þetta er allt sjálf. En gæti það þá verið indication af hverju hún er þá single ef hún getur ekki eins og sjálf haldið sínu stöndurdum? There we go. Það er mjög góð punktur. En hún er skilin og þarf hann að deyta. Ljós. Er hún bara að deyta? Já. Ok. Og við vitum náttúrulega ekki hvernig það fer, en hún er allan að leggja áherslu á að vita hvenær á að loka kaflanum. Það stóð í fréttinni. Svo er ein okkar innlend kona að leita manni. Og ég ætla samt ekki að setja í samhengi við þetta. Nei. Það var bara raunverulega í fréttinni í dag. Vísir. Svala Björgvins, okkar allra besta Björgvins, hún er að leita manni. Hann skal vera toppmaður ef hann ætlar að fara að deyta hana, af því hún er toppmannskja. Já, hann verður að vera með sitt á hreinu. Ég held að það var sambandi. Nei, þú voru hægt þá að þið verður... Hann þarf að vera... Alexander, hvað hét hann aftur? Ég þori ekki að vera með það. Ég þori ekki að vera með það. Hann þarf að vera með girt í brók, þarf að koma vel fram við okkar konu og þarf bara að vera ekta. Ekta manneskja. Agree. Það er það sem hann þarf að vera ef hann ætlar að fara að DM-a okkar konu, sko. En það var samt í fréttinni, hún er að leita manni. Eða skilurðu, þau pikkar náttúrulega alltaf eitthvað upp sem hún segir. Já. Bófstjarna. That's the life. Var hún ekki að auðvitað blöðum daginn í einhverju þætti? Að það? Ég held það. Mér langar svolítið að sjá þá, já. Anywho, og svo eru náttúrulega, eins og ég segi, það eru brjálægt tímar í gangi. Er það eitthvað að fylgjast með forsetaslagnum í Bandaríkjunum? Já, alveg svona, ég gef mér, það fer eftir hvar ég stend í sko andlegu orkunni og hvort þú sér Trump megin eða Kamilu megin? Nei. Í dag styð ég Trump frá. Nei, bara hversu mikið ég hlusti mig til að lesa Já. Þetta er nýfjamt. Þetta er nýfjamt, sko. En sko það er svo styrlað, ég var að lesa, veist, var gerð könnun og það eru meirihluti Bandaríkjamanna sem treysta Trump fyrir efnahæginum og innflytjendamálum. En svo er meirihluti Bandaríkjamanna líka sem treysta Kamilu betur
af því að hún ekki geðveik, þannig að þetta er overlapping þannig að það eru meirhluti sem treysta henni fyrir þessu að því hún er bara ekki allar og geðveik en á sama tíma treysti sama fólkið Trump fyrir efnahæginum og innflytjendum og ég er bara eitthvað svona ég skil þetta ekki í hvað heimi búið þið? Ég skil þetta ekki Nei, þetta er bara eitthvað svona paradoxa sem meikar ekki sens Nei, meikar ekkert sens, meikar 0 sens En þetta svona er staðrendin og sko ég var í Baltimore daginn Ok og það er miklu glæpir fram til þar ég bara, djöfull var gaman samt Þetta er Geggiborg sko en ég ætla ekki að fara að tala niður Baltimore og mér langar bara með smá innskot með þetta með hreiminn, veistu það hver er ég að dæma hann bara talk on guys, talk on bara fyrirgjöf, ég ætla ekki að vera með seima hreiminn ég ætla ekki að seima hreiminn það er það sem ég ætla að segja, Baltimore en Baltimore, já, og þar hitti ég strák eða við krúið hittum strák og við erum eitthvað að ræða við hann og þá, hann er eitthvað svona hann er ekki fasteignarsali, hann er eitthvað svona lánamiðlari eða eitthvað svona whatever og hann var bara já, ég ætla að kjósa Trump og þetta var bara strákur á bara yngri en ég og bara ótrúlega vel til hafður og bara allt sem var búið að koma upp úr þessum dreng allt kvöldið var bara búið að vera skemmtilegt, við sátum þarna og hann settist hjá okkur og við vorum bara eitthvað já og svo erum við bara eitthvað og ég bara eitthvað þú verður að spóla bara ætlar að kjósa hvern og hann bara, já ég þarf bara að hugsa veskið mitt og ég eitthvað hann bara, já, ég þarf bara að hugsa veskið mitt og þegar Trump var forseti sem voru náttúrulega sko bara fyrsta lagi byrjum á því Trump erfði efnahæginn frá Obama og Biden erfir efnahæginn frá Trump og það er allir brjálæðir yfir efnahæginnum hjá Biden sem er náttúrulega bara arfleið Trumps en Bandaríkjamenn geta ekki sett 2 og 2 saman og og ég eitthvað svona og hann bara, já, hann er bara stefnan hans og lofurinn hans að þau bara benefita mér og mínu veski betur og ég var eitthvað svona já, en hvað með mannréttindamál hvað með, reproductive rights hvað með, og hann bara það er bara kemur mér í raun ekkert við hún var bara drull áhugaverð hann bara svona jú, mér finnst það leðilegt en ég þarf bara að hugsa mig og mitt veski og ég er bara svona og þetta finnst mér þegar ég svona lendi á spjalli við Kana oft vera smá rauðu þráður sérstaklega þetta eru kallmenn af því að þeir þurfa ekki að hugsa leið á sér, þeir þurfa ekki meðnættleg Leið er nú í mikill hættu ef að Trump verður fyrir Leið er í mjög mikill hættu en svo líka sko kemur að því að það er ekki universal healthcare þannig að þú ert náttúrulega alltaf að borga heiminháutryggingar ef skildi að þú muni veikjast og þannig að það kostar í Bandaríkjunum það kostar mest að vera fátækur bara það er svo dýrt að vera fátækur í Bandaríkjunum og það er náttúrulega ódýrast að vera ríkur þannig að sko Bandaríkjamenn eru upp til hópa bara eitthvað, ég vil ekki borga neina skatta, ég vil ekki borga neitt af því þeir fá ekkert fyrir þessa skatta sem þeir sjá raunverulega, þetta fer allt í stríðsrekstur og eitthvað svona, þeir sjá ekkert raunverulegt benefit að þeir borga skatta þannig að þeir vilja ekki borga skatta auðvitað og vilja bara eiga sem mestan pening af því að ef eitthvað kemur fyrir og þeir eiga ekki sem mestan pening að þá er enginn að fara að grípa þá af því að það er ekkert velferðarkerfi þannig að þetta er bara hver bara each for their own og það og þetta er svo síkt kerfi þegar maður horfir á þetta og bara svona svo þegar ég bjóð í Bandaríkjunum að þá allt í einu þegar ég hætti í skólanum og hætti að fá peningin frá lín alltaf mánaðilega þá kom allt í einu bara charts á reikningi minn bara $12 Chase bara tók út og ég bara fór upp í banka og ég bara fyrir ekki akkur voru að taka mig $12 er ekki ná mikil peningurinn á reikninginum taka þér þá pening ég það er bara já sko, ef þú ert ekki með alltaf $2,000 yfir mánuðin eða eitthvað svona að þá kostar að vera með reikning $13 og ég eitthvað svona
ef ég á ekki $2.000 haldið að ég bara geti hentið ykkur $12 veist, ef ég á $2.000 geti frekar borgað þessu $12 heldur en ef ég á ekki $2.000 og veist, og sama, veist, ég lenti einhvern tímann í því ég gæti ekki borgað símreikningin minn og þá símanum mínum lokað og bara alltaf með það og svo fæ ég peningloksins, ég var bara að bíða eftir einhverjum reikningum og ég borga símreikningin minn með vöxtum og svo ég bara eitthvað, já, get ég ekki hringt og ég hringi í símafyrirtæki og ég bara, já, herði hérna, ég var að opna, ég var að borga reikningin minn og þau voru búin að loka og eitthvað, já, ég eitthvað það, ég get ekki hringt, það bara, já, það kostar $45 að opna símaðin aftur. Þannig að þú ert bara komin í eitthvað svona gildru já. Og þú kemst ekki út úr þessu. Þú kemst ekkert út úr þessu og ég bara svona, ég rétt náða að skrapa saman fyrir þessu símreikningi, já, ekkert $45 til að borga og það er bara too bad. Og þetta allt svona, þannig að veist, ef þú ert fátækur í Bandaríkjunum, það átti þér ekki viðreisna von. Já, Finnst ykkur ekki svolítið sérstakt að þetta samfélagið sem við mátum okkur mest við? Ég meina Ísland. Finnst ykkur það ekki svolítið sérstakt? Sturlað. Þetta eitthvað til að sækjast eftir? Nei. Þetta hljómar sem alveg óbáslega umölulegur raunveruleiki. Þetta fáránlegur raunveruleiki. Þú veist, án gríns. En það með þetta sem að mjög, það þessi einstaklingshyggja, að það bara, maðurinn, bara ég og mig frá mig, skilurðu, you know the rest, að einhvern veginn, að það ekki samfélag, það bara einhvern veginn, þú veist, við erum bara einhvern veginn öll komin í einhverja búblu og það bara ég og hvað getur þér gert fyrir mig og hvernig get ég einhvern veginn, þú veist, og þetta vandamáli, þetta kjarnin sem þú veist að lýsa, þetta kjarni vandamáli sem ég sé þetta, sem við stöndum frammi fyrir í dag og þetta skipið og þessi hugsun sem við þurfum að snúa við til að geta einhvern veginn búið til eitthvað bara nýtt, eitthvað samfélag, það sem við erum saman í þessu, af því að eins og þú segir, þetta er hrikalegt, þetta er hrikalegt. Þetta er svolítið heavy. $45 til að opna númerið. En við já, ég veit ekki hvort að við eigum bara að loka þessu á áður fyrir mig afmælisbönninum að nú, já, ég ætla bara að aftur taka upp það sem hún Halla sagði, að vera riddari kærleikans og hugsa náungan og setja helium í blöðru náungans og lyfta honum upp. Innri serían, náttúrulega, ekki glemma innri serían. Nú að hausta, nú að dimma og þú veist að fólki líður misvel í þessum aðstæðum sem við erum öll hérna í og ekki bara komin tími til að við lyftum náunganum upp í staðin fyrir að vera að draga hvort annað niður. Absolutt. Það ekki bara staðan? Jú, algjörlega. Halleluja, amen. Það feel ég. Tíminn líður og það liður sem við höfum alltaf gert, Óli, og við getum ekki fara að hætta núna. Nei, og það eru afmælisbörnin, svo kölluð. Það sem við óskum, það reyndar svolítið langt tímabil núna, þannig ég mun bara stikla á stóru. En Það voru margir sem afmæli í september. Margir góður, ok. En nú ætlum ég bara að taka okkar allra bestu. Ok, þú veit. Og það 1. september, Zendaya, sem leikkona, sem hún 28 ára. Og hún bara búin að skjótast mjög hratt upp á stjörnuhimini. En ég spái henni meiri fræð og meiri frama. Hún æðisleg. Hún geggjuð, Hefur þú séð Challengers? Já, hún rosa flott í henni. Tennismynd, ég segi, þetta ekkert, þetta geggjað. Sami dag Lily Tomlin leikona, 85 ára. Einu mínum uppáhalds. Lily. Svo erum við komin í 4. september. Ég hafa áhyggjur af henni. Beyoncé, 43 ára. Ég veit það ekki. En ég ætla samt að óska henni innilega. Ég myndi ekki hafa áhyggjur af Beyoncé. Jay-Z. Jú, sorry. Hún stendur í miklu stappi við country, tónlistarstefnuna í Bandaríkjunum sem bara hafnar henni og hafnar þessari plötu sem hún var að gefa út, country plötu, þú vilt ekki sjá hana. Það erfið hlutur að gerast í Bandaríkjunum. Það náttúrulega bara, veist, pjúra rasismi, sorry. Það það. Nei, við þurfum ekki að segja sorry. Það bara, þú veist, það alveg búið að draga þá grímu og upp með oddhvassa hattinn. Það alveg þannig, En við ætlum samt óskunni til hamingju með afmælið. Áfram gagstelpa án gríns. En já, það alveg þannig. Þetta ógeðslega leðilegt. Heyrðu, 5. desember, Michael Keaton, 73. Hann með smá comeback. Hann var ekki út mynd Beetlejuice 2. Góð mynd. Hann komin út? Já, hún bíó. Ég náttúrulega með brjóstaþoku, Já, ég bara, all good, girl. Can't. Ertu með brjóstaþoku?
Brjóstaþoka? Hún var að segja það, Óli Hjörtur. Sagði þú brjóstaþoka? Já, og ég endurtók brjóstaþoka. En hvað sagði þú? Ég heyrði ekki hvað hún sagði. En þú sagðir þá hvað? Brjóstaþoka? Sagði þú brjóstaþoka? Hvað brjóstaþoka? Herðu, ég held að væri með It is not. Það bara, barnið drekkur úr þér allt vit. Og bara mannst ekki neitt, tekur ekki eftir neinu, veist ekki neitt. Má ég samt segja þetta, Brynja, þú ert búin að standa það óbúslega vel hérna með okkur í dag. Sammála. Eða kvöld. Þannig að... You got it going on, girl. Gott dæmi brjóstaþoku til dæmis Anna María vinkun okkar, Tómas. Já, shout out. It is a shout. Ég setti óvart bleiu í þvottavélinni daginn. Já. Og ég sendi henni skilboð, ég segi bara, by the way, ekki setja bleiu í þvottavélina, af því það er hellað að þrífa þvottavélina, þrífa fötin sem voru með bleiunni, við setjum bara, do not. Okay. Og hún bara, ok. Svo 20 setna þá var hún bara, Brynja, ég seti bleiu í þvottavélina. Og svo smurði ég brauðið mitt með grísku jógúrti í staðan fyrir majónesi. Fusion. Málið er. Hugsun, já, maður er bara, Mér finnst þetta að vera bara svona íta, svona culinary bara á brúnina, sko. Mér finnst þetta spennandi kombo. En það sem að, mér langar bara að segja við þig, eitt með þoku er að þokan, eðlið þokunar er þannig að hún kemur og þokan fer engar áhyggjur. Nei, ég er ekki. 7. september, Idris Elba, 52. Er hann ennþá DJ? Já, 100% sko. Herði, ég verið með hann í mátin, hann var stórt. Hættu þessu! Hvað sagðirðu? Hvað sagðirðu? Hvenær varst þú með Idris Elba í mátun? Nú, þegar ég var aðstofa búningahönnur á Extraction 2. Þá ekki að segja okkur frá þessu bara í öllu spjallinu. Ég var í 5 mánuð út í Prag. Hvað held ég var að gera þar? Var það Prag-verkefni? Já. Guð. Svo tók ég smá Dirty Dancing með Chris Hemsworth. Tókstu Dirty Dancing með Chris Hemsworth? Já, í rappartíðinu. Ok, nú þarf þú aðeins að ræða hérna þetta. Við þurfum aðeins að, Idris Elba. Hitta þig oftar. Idris Elba, segð mér allt. Hann er náttúrulega gullfallegur í mynd, ámynd og líka bara face to face, það ekki? Jú, og hann er sjúklega næs. Það ekki, hann virkar þannig. Hann er bara svona keeping it real gur. Já, hann virkar þannig. Bara já, það var bara svona, hann var algjör, veist, bara mistaraðana, sko. Ég trú ekki sér búin að hitta hann. Hann er alveg, mér langar að hitta hann. Já, hann var skemmtilegur, sko. Það var gaman að vera í mátun með honum. Guð. Þú ert náttúrulega líka búin að hitta Jodie Foster til hamingju með þína konu, tók styttuna heim, Emmy hafi. Og svo falli ræðan hjá henni. Já. Ég var óbúslega snortin með hana. Mér fannst það bara geggjur. Að ég líka bara svona, ég er með svona ákveðið áhugamál, sérstaklega eftir True Detective. Þú varst að vinna í True Detective, til hamingju bara með alla styttunar. Já, takk fyrir það. Og hérna, já, þá fekk ég svo mikil áhuga á Alaska. Og Inupiaq og bara, veist, ættbálkunum sem eru þar og bara svona, veist, þetta er rosalega merkilegt og sérstaklega þegar maður fyrir að kafa onni í þetta og bara það er svo ótrúlega mikið af missing konum sérstaklega og köllum en sérstaklega konum og það er ekkert gert í þessu, þau eru svo já, og og ég er ekkert búin að vera að hlusta á podcast sem heitir Up and Vanish. Hann er alveg smá óþjólandi gaurinn sem er með þetta en hann er með svo áhugaverða veist, hann er bæði búinn að taka sem sagt tók hérna ég held ég sér í 2-3 og þá er það stelpa sem heitir Heavy Runner sem var, veist, var frá sem sagt, Native American Tribal var að fjalla hvarf hennar og svo núna er hann að fjalla hvarf í Alaska og veist inn í svona smábæ ég man ekki alveg hvað hann heitir og þetta er bara svo merkilegt að því að það er ennþá veist, tjaldbúðir það er ennþá svona veist, þau eru svo allt öðruvísi heldur en restina af Ameríku eða bara veist og það er mjög merkilegt að fylgjast með þessu og hvað heitir þetta podcast að maður myndi vilja hlusta á það? Up and Vanish Up and Vanish þannig að þetta er já þetta er áhugavert, mér langar að tekka á þessu podcasti. Takk fyrir að segja mér frá þessu og takk fyrir að segja okkur frá þessu. Ég myndi líka, ef þið hafið áhuga á svona, myndi líka hlusta á This Land. Það fjallar Native American. Ég hef heyrt það. This Land. Okay. Það er geggja podcast líka. Sem fjallar svona svipaðar sögur. Nei, þetta fjallar meira sem sagt Native America, Native Americans, eins og við köllum á góður íslensku Indjána.
En já, og sem sagt þau voru svo í miklu mæli tekin af foreldrum sínum og tekin af ættbálkum og sett í fóstur og sett annars, þannig að það var búin til regla í kristilega skóla. Kristilega skóla, þannig að það var búin til regla í kringum, veist, að það mætti ekki taka börn frá ættbálkum nema að væri búið, veist, það væri engin leið að koma í fyrir innan ættbálksins. Og svo náttúrulega fór hvítt fólk í fílu við því og búið að vera núna í Supreme Court að reyna að hnekkja á þessum lögum af því að það vildi eignast eitt indíánabarn. Ennþá? Nei. Jú, þetta er sem sagt kristin fjölskylda. Ok. Og sem sagt það sem gerist er að hann er tekinn frá móður sinni eða hvort að móður hans ég man ekki, lést eða hvort hann sé bara tekinn af henni og hann er byrjaður að setja í fóstur þar að þau fundi ekki strax ættbálkinn. Svo kemur, föðurfjölskyldan og vill fá hann tilbaka og samkvæmt lögum og þá verða þau bara afhendan og þau bara, hell no, þetta er misrétti, það er bara verið, þannig að þau fóru að taka, á kynþætt, það er bara svona, þetta er bara hvítt fólk með peninga. En líðast á minni máttar og það er bara mjög merkilegt að hlusta á og þetta er season 2 og season 1 það fjallaði hvernig hvíta fólkið hrifsaði landið af indíánunum. Þetta er rosa erfið saga. Þetta er rosa erfið saga, en við þurfum að þekkja hana og kunna hana til að þannig að já, this land og opnum Venice. Já, takk fyrir þetta. Vá. Ég veit bara alltaf hver ég á að byrja. Mér langar að segja, að því mér langar að senda ljós, að það er 14. september Amy Winehouse hefði átt afmæli. Ljós. Ekkert nema ljós en hér. Nefnilega, verðum að senda ljós. Og svo 20. september Sophia Loren, veitir hvað hún er gömul? Er hún ekki nýræð? 90 ára og hún lítur út fyrir að vera bara ekki degi eldri en 60. Þetta er ólífuolían. Þetta er ólífuolían. And jeans. Vá hvað hún lítur vel út. Og innlega til hamingju með afmælið. 90 ár. Geggjað sko. Já. Ef ekki bara fara, reyndar daginn eftir 21. september Liam Gallagher, 52, sem er fara on the road again, Oasis. Það er allt vitlust út af þessu. Já, ég er viss ekki með það, sko. Er þeir ekki alveg douchebag samt? Jú, ég held að sé bara, já, þeir eru sem alveg douche. Sendu þá bara svona ljós með kærleiksljós í vonum að hann muni taka sig saman í andlitinu og verða betri manni. Og innri Sirjan verði fattur. Með árunum sem að hann verður eldri. Má ég setja eitt afmælisbarnið? Já. 12. september. Hver er það? Haraldur Ari. Minn actor man. Guð til hamingju með hann Harald Ara. Hann er yndislegur. Hann er bestur. Vá, innlega til hamingju með afmæli. Haraldur Ari. Gott að takk fyrir að koma með þetta. Það er líka einu íslensk kona sem á afmæli í dag, svo við endum þetta bara þessu. Sólveig Eiríksdóttir, betur þekkt sem Sola Glow, stundum þekkt sem Sola á grænum kosti. Talandum frumkvöðl, Trailblazer woman. Sola mín afmæli í dag. Mér langar bara að segja innlega til hamingju með afmæli. Gömul. Bara besta aldri. Já, hún lítur ekki út fyrir að gömul og hún er. Það hugsa brjálæslega vel um sig, byrjum þar. Það var í rauninni það sem ég var að hugsa. Hún er alveg svona Sophia Loren vibes að hugsa vel um sig, sko. Já. Hún er alveg með þetta. Hvað mánudagur er í dag? 24. 24. Ok, tökum það bara næsta þetta. Þriðdagur. Ok. Nei, ég er með ammali, en við tökum það bara í næsta þetta. Ok. Með nokkur ammali. En þar með er því lokið, krakkar. Og bara búið reyndislegt að vera þetta með ykkur. Gaman. Og takk fyrir að koma, Brynja. Takk fyrir að bjóða mér. Absolutt. Oh my god, hvað ég glöð að hafa að koma. Yndislegt að vera með ykkur. Þú kemur aftur, vonandi. Já, bara anytime, sko. Og við erum þar með er hafið nýtt tímabil, nýtt sísona með á nótunum. Hvað er þetta, 5 eða 4, Natalie? Marstu það? Áttum ekki alveg á því, held 5 og ég segi bara, Guð hjálp ykkur öllum og Guð veri með ykkur öllum og takk fyrir mig. Bye. Bye.